Þá ætlum við að víkja sjónum okkar norður í land. Við ætlum að fara til Húsavíkur. Á línunni ætti að vera verkalýðsforkólfurinn Aðalsteinn Árni Baldursson. Heyrirðu í mér? Já, ég heyri ágætlega í þér. Ljómandi er það nú. Takk fyrir að tala við okkur. Við ætlum að ræða við þig það sem að ég held að megi kalla atvinnukrísu á Húsavík í kjölfar þess að kísilver PCC á Bakka er vægast sagt valt í sessi og óvíst hvort það opnar aftur. Og það voru viðtal við í Mogganum í gær þar sem þú sagðir að fólk væri byrjað að flytja úr bænum og þú kvartaðir undan því að það væri ákveðið svona áhuga leysi hjá stjórnmálafólki gagnvart þessari stöðu. Hefur eitthvað gerst síðan þú lýstir þessu áliti þínu í gær? Sjálfum sér ekki, það er bara það sem að vekur greiðlega athygli hjá okkur bara þetta áhugaleysi stjórnvalda og ég veit vel að einhver hafi verið í sambandi við sveitarstjórnina og sveitarstjórnarfólk en við erum mjög innvikið inn í þetta, við erum náttúrulega komið sterkt að þessu og erum þarna með síðan við skoðum að fóra að halla undan fæti þá vorum við með 133 starfsmenn af svona 140-50 þannig að þetta vegur þungt hjá okkur, starfsmenn eru að koma hér niðurbrotnir og við erum að leita ýmsa leiða til þess að hjálpa, það var þetta atvinnu og við fengum hér Vinnumálastofnun til að koma hér og ræða við fólk og annað þannig að við erum í þessum björgunaraðgerðum og vorum svona að reyna að kalla eftir því að pólitíkin kæmi að þessu með okkur en því miður þá get ég bara staðfesta hér að ég fekk hérna frá 4 þingmönnum og sem að svöruðu kallinu það er allt eins, bara takk fyrir brýninguna, sjáumst síðar, eitthvað svoleiðis, þannig að það er eins mikið áhugaleysi svo hægt er að hafa, því miður. Ég skil. Þannig að það er engar góðar fréttir síðan þessi ummæliðin fjallu. Nei. Hvers konar störf er að ræða? Geturðu skilgreint svona þorra þeirra starfa sem að hafa tapast þarna í verksmiðjunni? Já, það er þannig að þetta er nefnilega alveg sama hvað menn hafa getað haft skipta skoðanir á atvinnulífinu og það er alltaf þannig að sumir vilja flytja inn allar landbúnaðarvörur og meðan aðrir vilja halda í íslenskan landbúnað og aðrir vilja ekki sjá álver eða kísilmálmverksmiðjur í Íslandi og þetta er allt svona og sumir vilja ferðamenn og aðrir ekki en það er bara þannig með þennan vinnustað, þetta er gríðarlega mikilvægur vinnustaður, þetta er vinnustaður sem að telur 150 starfsmenn og hefur gert það og þarna er fjölbreytileg flóra starfsmenn með ólíka menntun, allt frá því að vera almennir starfsmenn, verkamenn og aðrir og upp í það þetta er bara hámennta fólk, efnafræðingar jafnvel og viðskiptafræðingar og alls konar fræðingar, þetta er alveg fullt af velmenntuðu fólki sem þarna starfar og annað líka að meðallaunin í verksmiðjunni hafa verið í kringum 1 milljón og við sjáum það bara ekki víða svona laun á svona vinnustöðum og á landsbyggðinni og þó víða var leita eins og höfuðborgarsvæðinu og síðan erum við sennilega svona, ég var með að taka þetta saman í morgun að við erum með félagsfund í dag atvinnumál, fáum góða gesti á þann fund eins og Kára, forstjóra PCC þá bara erum við með einhvers konar 40, 30, 40, 50 störf sem eru beint inn á iðnaðarlóðinni frá undirverktökum sem eru bara sem vera að úthýsa störfum til hagræðingar hjá fyrirtækinu þannig að þetta er bara öll flóran af störfum Já, og þetta er fólk sem að kaupir í matinn í sinni heimabyggð á húsnæði eða nýtir húsnæði með einhverjum hætti og þegar þú segir að fólk sé að byrja að flytja úr bænum hver er framtíð Húsavíkur að óbreyttu ef allt liggur í láginni og ekkert kemur í staðinn? Já, ég ætla ekki að hugsa til enda vegna þess að við höfum náttúrulega áður þurft að þola ýmis áföll bara eins og aðrir hafa þurft að gera og ég nefni nú bara þegar Vísir í Grindavík allt í einu lokaði einn góðan veðurdag og bauð fólki bara að setjast upp í rútu og flytja til Grindavíkur og allt það var 2014 er það ekki? Jú, eitthvað svoleiðis og
þá 1. maí meira að segja, þannig að það var eitthvað sem fór illa í mig og allt þetta, þannig að við, sko, þetta er bara mjög alvarlegt en það er þannig að það býr mikil orka í Þingeyingum og við erum ekki þekkt fyrir það að gefast upp og við erum með alveg, sko, frábært svæði, við erum með, hvað sem það er, sko, náttúruperlurnar sem við höfum eða bara náttúruauðlindirnar sem við höfum. Við erum hér með mikla orku og þeistaríkjum og Kröflu og Laxavirkjun og heitt vatn, kalt vatn og það er bara þannig að það eru mörg fyrirtæki sem eru núna og hafa verið með til skoðunar að byggja hér upp og hvað sem það er fiskeldi í landi eða Carbfix eða hvað þetta heitir alls saman Heidelberg eða gagnaverin og hér til dæmis þykir þetta svæði mjög gott fyrir gagnaver, það er kulið í sjónum og vindurinn norðanvindurinn sem að gera það verkum þannig að það er alveg reglulega svona sendinefndir að koma með ýmsar hugmyndir og þannig að það er engin uppgjöf í okkur eins og segir sko það er þvílík orka í mannfólkinu hér í Þingeyjarsýslum og það þarf bara að virkja hana en til þess að það sé hægt þá verður við náttúrulega að hafa eins og með þekki og britsinu sko með það að hafa einhvern meðspilara og eitthvað svoleiðis að það þarf við þurfum náttúrulega að hafa og finna fyrir skilningi hjá pólitíkinni að vilja vinna með okkur og það er eitthvað sem minnist ekki á eins og búið að vera undanfarið og en þessi mál verður til umræði hjá okkur síðar í dag að félagsfund og ég vona að vera bara vel mætt á þann fund. Já, mér finnst nú mjög gott að þú skulle draga brittspilið inn í þetta. Já, gera þín vegna. Húsvíkingar eru kannski á hættu ef þú þekkir nægilega vel í brittspilinu til þess að vita hvað það er. Já, það er reyndar góði bristar að koma í hérna en það svo, já, það er alveg rétt og það er líka það sem er að þegar ég er að tala um að við séum og ég og við séum að taka á móti fólki þá er að, sko, fólk er að missa vinnuna og það er nefnilega, ég held ekki ég er ólíginn, ég held að sé við 90% af öllum sem vinna þarna eru bara með lögheimili hér, eru annarkvort búin að vera að kaupa sér húsnæði eða eru á leigumarkaði og auðvitað kemur þetta virkilega illa við að þá aðalega sem hafa verið að kaupa hér húsnæði og sé framtíðina fyrir sér hér að missa síðan og lífið blasir við og framtíðin að lenda fyrir þessum aðstæðum og þannig að við erum svolítið í þessari áfallahjálp þessa dagana. Já, þú segir og maður hefur svo sem oft séð fréttir af því að það er áhugi hjá fyrirtækjum að koma þarna hefur ekki leitt til niðurstöðu kannski en svona, mér langar aðeins að spyrja þig hver sko er svo staða uppi að þér sýnist að stjórnvöld þyrftu að íhuga einhver sértæk úrræði fyrir byggðina eða hvernig myndirðu vilja sjá pólitískan stuðning við þitt byggðalag sem stendur? Já, ég held að það eru rétt fyrir, ég held að þurfi bara sérstakann stuðning sem að getur reynda bara falist í því meðal annars að breyta hér ákveðnum skattalögum og reglum og ég veit að líka það er núna í október, það er ríkisstjórnin, það er stjórnvöld sett á laggirnar, hvort sem það er forsætisráðherra stjórnvöld sett á laggirnar nefnd sem átt að fara yfir þetta áfall og þeir hófu störfi í heldi bara í voru, allavega kölluðu þau mig fyrir ég var kallað fyrir nefndina fyrir einhverjum 2 mánuðum held ég, eða eitthvað svoleiðis og svo nefnd á að skila af sér núna held ég í október, ég held átt að gera í september en því að verið frestað núna fram í október en það hefur komið áður fram í samtölum eigenda og stjórnenda hjá PSC að það er ekki þægilegt að sko, það er náttúrulega margt í þessu en eitt af því er það að það er stríð í þessum blessaða heimi og sem hefur gert það að verkum að það er ekki bara stríð á landi og lofti og sjó heldur líka í varðandi efnahagsmálin og í alls konar tollamálum og við þekkjum það í gegnum Trump og það sem hefur verið gerast í Evrópu þar sem að menn hefur verið að setja alls konar tolla sem hefur gert framleiðslunni hér mjög erfitt fyrir því að mest af þessu hefur farið út og síðan náttúrulega enn og aftur er það heimsmet að talandi kolefnisspor og annað enn og aftur þá sé að þannig að menn séu, við erum með fríverslunarsamningu í Kína og það að menn séu að flytja inn málm frá Kína út af þessu tollfrelsi til frekari vinnslu á Íslandi þar sem Vestmenn og Bakka getur sinnt öllum álverunum á Íslandi og þetta er mjög ójafn leikur fyrir PSC.
stjórnvöld hefðu vilja, þor og kjark til að taka á þessu, þá gæti þetta til dæmis hjálpað verulega til að, að Bakki gæti hafið vinnslu á ný. En ég ger ekki lítið úr því að núna í Evrópu víða er erfiðleikar í kísilmálmframleiðslu og ekki síst út af þessu ódýra sóðamálmi sem að koma frá Kína, framleiddu með kolum, meðan að við erum hér með græna orku og gerum þetta, vinnum þetta eins vel og hægt er. Mætti ég biðja það að útfæra aðeins hugmyndir, þú komst inn á einhverjar skattaaðgerðir, geturðu sagt mér hvað þú ert að tala, hvernig væri hægt að breyta skattheimtu eða skattamálum? Sko ég ekki að tala skattan, þú ert að miskilja mig, ég ekki að tala skatta, ég að tala tollamálin. Hafi ég sagt skatta þá var það mismæli á mér, en okay. Ég að tala tollamálin. Ég að tala að stjórnvöld koma að því að yfirfara tolla og sem að þeir stjórnendur og eigendur PCC hafa endalaust verið að benda á, en þeir hafa, og meira sér búin að kæra þennan mismun sem að þeir búa við, og það einhvers staðar í ferli sem ég veit ekki hvar en þeir geta svarað því sjálfur. En svo líka þegar við erum að tala svona mikilvægt fyrirtæki sem að því að fasteignaverð á svæðinu fer rosalega eftir hvernig ástand í atvinnulífinu, og fasteignaverð hefur rauk hér upp og allt í einu fóru menn að fá þokkalegt verð fyrir sínar eignir eftir að það var svona blómlegt og gott atvinnulíf, og svo það þannig að svona fyrirtæki, ég held að þeir hafa borgað á síðasta ári 24, þá borgaður 3,7 milljarða bara svona í gjöld og svona skatta og til undirverktaka, þannig að það voru tæplega 4 milljarðar sem voru að greiða. En svo náttúrulega eru almennt svona fleiri blikur á lofti, því að varðandi þetta til dæmis að það alveg gríðarleg hafnargjöld og tekjur til sveitarfélagsins af svona rekstri þegar skipin koma fullhlaðin af hráefni og síðan hráefni unni hér og svo fyrir varan úr landi eða reyndar til Rio Tinto í Hafnarfirði sem hefur verið að kaupa málminn hérna. Og þannig að þetta inn og út, import-export framleiðsla, þannig að þetta hefur mikil áhrif á tekjur hafnarinnar, og það alveg ljóst að hefur komið fram hjá stjórnendum sveitarfélagsins Norðurþings að þau í vörn og þau hafa þurft að grípa til ýmsa aðgerða og staðan fyrir að ætla að skila hagna á þessu ári, þá stefnir í allan fyrstu 6 mánuðina í verulegt tap. En svo það umhugsunarefni líka sem til viðbótar sem á ekki bara við Húsavík, heldur víða staði á landsbyggðinni sem hafa verið að treysta á aukna ferðaþjónustu og verið að fá hér bara þessi minni skemmtiferðaskip sem hafa verið að koma, og þau komu töluverður fjöldi þeirra kom hér til Húsavíkur í sumar, en nú verið að tala einhvern innviðagjald sem að gera það verkum að bókanir hafa hrunið. Ekki verður það nú til að bæta stöðuna hjá okkur hér eða annars staðar á landsbyggðinni ef það gengur eftir þetta innviðagjald verður tekið upp og gjöld á skemmtiferðaskipin sem að skila okkur alveg rosalega miklu svona í almenni þjónustu, veitingastaðir, önnur þjónustaðir, bílar og hitt og þetta. Þannig að það hjálpar ekki til. Nei, ég heyri það að umræðefnin þegar þetta ekki kaffi í Húsvíkinga núna, þau snúast ekki bara það að Play hafi fallið. Atvinnusagan þarna á Húsavík, hún hefur, þetta eru nokkur áföll sem hafa dunið yfir, þú myndist þarna á Vísi 2014. Það hafa áður verið gerðar tilraunir með vinnslu sem ekki hefur haldið út, svo sem parkettið á sínu tíma manni eftir. Ég náttúrulega bjó þarna fyrir norðan og skrifaði heilmargar fréttir á sínu tíma atvinnulíf á Húsavík. Þetta búið að vera svolítið ströggl, það ekki? Ég veit ekki hvað ég að segja ströggl, ég talaði orkun á það. Já. Það gríðarleg orka í okkur hér og við erum búin að vera að gera marga frábæra hluti og það einu sinni svo að þú þarft að hafa kjark og þorn til þess að gera eitthvað og nennuna til þess, en það alveg rétt að menn hafa bæði farið flatt og ekki flatt og svo nefni ég nú bara eins og móti, eins og bara með hvalaskoðunina, þetta alveg stórbrotið og stórkostlegt að hér skuli sigla út úr höfninni á hverju einasta degi
margir bátar alveg bara hérna til þess að skoða hval, það eru fullir bátar af fólki. Þetta er gríðarlegu fjöldi fólks sem er að fara til dæmis og það er eitthvað sem mönnum datt bara í huga, fara að sýna hval og svo hafa menn verið í hin og þessu sem hefur skilað góðum árangri í ferðaþjónustunni, byggt hann upp og fjölga hér verulega fólki. Þannig að, en auðvitað inn á milli eru áföll og hitt er náttúrulega eins og var með Vísi, það náttúrulega var bara, þetta var eitt besta rekna og besta frystihús landsins en samt sem að var því lokað og væntanlega vegna þess að bankinn kallaði eftir einhverju hagræðingu þar og þess vegna fór það, en það er ekki okkur að sakast. Nei, hafnarsvæðið ykkar er náttúrulega bara, ég myndi nú bara segja eitthvað glæsilegasta í heimi og það er alveg einstakur andi þarna að koma og sjá alla þessa hvalskoðunar báta og glæsileg veitingahús og allt það, þannig að ég reyndi ekki að draga upp það var ekki meiningin að ég dragi upp þá mynd að það væri allt í kalda koli en sko ferðaþjónustan ein og sér og svona það sem er núna það dugar ekki alla leið, þú ert svolítið að segja það. Já, það ég er bara að segja það, en svo lóttilega talandi þetta líka, má ekki gleyma því að sko það er búið að vera bullandi uppgangur í fiskeldi eins og í Öxarfirði og sem skiptir gríðarlega miklu máli og við Kópasker og í Kelduhverfi og ég var einmitt búinn að vera gestur núna bæði í Kelduhverfi og í Öxarfirði hjá Samherja þar sem að verið að opna stærri og öflugri framleiðslu starfsemi eða var auka sína starfsemi og það er bara gaman að fylgjast með þessu, þannig að það er bullandi uppgangur á þessu sviði og þannig að þetta og svo er hér mjög sterk opinber þjónusta og Það verður að tala að Jón Gunnarsson vill að þið fáið yfir sýslumann til Húsavíkur, þér líst væntanlega vel á það? Já, ég mitt sá það en ég var að velta hvort það var einhver tilvílun af því að stendur illa hjá okkur núna en það væri vel að hæfa að hafa sýslumanni hér og menn líka geta þá aðeins skoða Íslandssöguna og söguna frá landnámi þegar Garðar Svavarsson sigldi til Íslands og settist að hér, stoppaði reynda stuttu en náttværi var eftir sem er sannlega fyrsti verkamaður sem að kemur til landsins og sem sagt hefði verið í framsýn í dag ef framsýn hefði til þá þannig að við höfum verið sko þetta er svolítið bara talandi dæmi það að við erum rosalega, þetta er bara flott samfélag og allt það en við verðum fyrir áföllum eins og núna en Garðar hefði ekkert sérstað hér nema hún leist best á þetta svæði á landinu. Nei, og náttúrulega 150 störf væri stóru áfall jafnvel á höfuðborgarsvæðinu þannig að skalinn og þessu er rosalegur, við áttum held ég okkur öll vel á því. Finnst þið skorta? Ég held að ég heyri alltaf menn fara að tala störfin og en ég er ekkert gefinn fyrir það beint en ég heyri sko að í samanburði bara við Reykjavík þá sé þetta 3500 störf. Einmitt. En af hverju að athygli fjölmiðla til dæmis er ekki meiri að þessu máli, ég bara skil það ekki. Nei. Og takk fyrir það bara að taka mig þetta samtal og vilja ræða þetta því við þurfum líka halda okkar sjónarmiðum á lofti og fá áheyrn hjá samfélaginu og áheyrn hjá þeim sem að stjórna landinu. Já, ég heyri nú líka bara svolítið hjá fólki sko af því að ég reynir nú að halda tengingu minni við landsbyggðirnar og í mér slær nú alltaf landsbyggðar hjarta þótt ég sé búsettur á höfuðborgarsvæðinu. Ég heyri nú marga út á landi bara að tala að þeim fólki finnist þar áhersla á sjónarmið dreifbýlisins þar þurfa að gera bara betur alla jafna svona frá móti kvölds alveg bursi frá þessum skada sem þið eru að verða fyrir hérna á Húsavík. Ertu sammála því? Algjörlega og algjörlega og ég er búinn að vera að djöflast í þingmönnum og ráðherrum og allt það og til þess að fá áheyrn og það gengur ekki vel og maður hefur áhyggjur og svona áhugaleysi en ég skal viðurkenna það ég sendi líka á forseta Alþýðusambandsins og kallaði eftir því að Alþýðusambandið tæki málið upp en ég hef ekki svar frá honum heldur sko þannig að og síðan vorum við með fundi síðustu viku hjá Alþýðusambandið Norðurlands sem er svona samnefnari fyrir stéttarfélög á Norðurlandi frá Þórshöfn að Blönduósi og þar einmitt voru aðalega sem vildu bara taka upp og ræða þetta hvað við varum að verða undir bara í umræðinni í þjóðfélaginu og ég tók heilsár undir það á þessum fundi að
Mér finnst það svo og þú ert að skynja það líka, en það veit ég að þú fylgist vel með hlutunum. Þannig að áhugaleysið nær víðar en bara inn í sal Alþingis. Já. Og þá spurning hvaða tæki fólk hefur til að bregðast við því? Já, það þessi, eins og ég segi, sko, að berjast bara áfram og gefast ekkert upp og að því ég nefndi nú verkefniseininguna á hana oftar en ekki hef ég verið að koma að því að reyna að fá eitthvað inn í þessa sáttmála sem við erum að gera við stjórnvöld, eitthvað sem við kemur landsbyggðina sem við erum svo hallað á okkar hlut og að við þurfum bara þá þurfum við sjálf að vekja athygli á því og halda bara áfram að alls ekki vera með málþóf, heldur bara að reyna að halda okkar línu og minna á okkur reglulega og við mögum ekkert gefast upp þó að móti blási, það er bara ekki, það er ekki áhyggjur í boði. Fylla lunguna þingiskulótti? Akkurat. Erum við léttum... Enda því að segja það, Björn, enda er það þannig að þú segir það, sko, því að það er alltaf verið minn draumur að auðvitað hefur verið skert þjónusta hér og annars staðar eins og með fæðingardeildinni hér að hún var færð til Akureyrar og minn draumur það er sá og ég vona í lífi það en ég held samt ekki að fæðingardeildin verði endurvakin hér á Húsavík þannig að Þingeyingar geti nýburar geti andað sér þingeysku lofti inn í lífið. En ekki Eyfirskir. Ég held að það verði algjör dásamt. Já, að fyrstu andadrættirnir verði þingeyskir en ekki Eyfirskir. Já, endilega, sko, það væri bara draumur í dós ef það tekist. Við verðum að halda þessum rík gangandi Aðalsteinn Árni. Já, það er ekkert annað til greina. En kæra þakkir, þú þarft að undirbúa fund á eftir og við verðum í sambandi með það hvort að koma einhverjar kaninur upp úr hattinum eða svona hvernig framgangur þessa máls verður. Við vonum það bestu kveðjur frá Bólholtinu í Reykjavík norður til Húsavíkur. Takk sömuleiðis. Já, ekki fara langt, höldum áfram með rauðaborðið hér eftir andartak. Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is